Verðtrygging er ákveðin trygging fyrir því að hlutir haldi verðgildi sínu. Þegar maður tekur lán, þá sérstaklega svona lán til lengri tíma, þá getur maður valið hvort að lánið er verðtryggt eða ekki. Ef lánið er ekki verðtryggt, þá ber það yfirleitt hærri vexti, en vextirnir þeir bæta síðan alltaf ofan á lánið. En ef að lánið er verðtryggt, þá eru lægri vextir, en ef að verðbólgan hækkar þá bætist hún í raun ofan á lánið og virkar eins og bara auka vextir. Flestir hafa í gegnum tíðina valið að vera með verðtryggð húsnæðislán, þó svo það geti komið í bakið á fólki þegar verðbólgan hækkar, en yfirleitt að þá borga menn lægri greiðslubyrði af verðtryggðum lánum, en ef verðbólgan er ekki mjög stöðug, þá geta þeir endað og þurfa að borga meira þegar upp er staðið. Þannig þetta er svolítið breytilegt svona hvað hentar. Þannig í verðtryggðum lánum þá er lægri greiðslubyrði en meiri áhætta. Í óverðtryggðum lánum hærri greiðslubyrði en oft borgar fólk minna. Maður getur líka valið sér verðtryggða innlánsreikninga þegar maður leggur peningin í banka, en þá þarf peningurinn eiginlega alltaf að vera bundinn í einhvern ákveðin tíma, jafnvel einhver ár. Þannig að fyrir pening sem maður þarf að geta nálgast hvenær sem er, þá er ekki gott að vera með hann á verðtryggðum reikningum, en ef maður er með pening sem maður veit, maður ætlar ekki að nota næstu 2-3 árin, þá er mjög gott að vera með svoleiðis peningin á verðtryggðum reikningum og allir svona framtíðarreikningar sem að krakkar eiga, eru búnir til fyrir krakka oft í kringum skírnina þegar þú fæðast og eru bundnir þangað til þeir eru 18, þeir eru alltaf verðtryggðir. Og verðtryggingin gengur eiginlega út á það að ef að ég lána einhverjum 100 krónur í dag og svo eftir 10 ár þá ætlar hann að borga mér 100 krónur aftur, en þessar 100 krónur 10 árum setna eru ekki jafn mikils virði. Ég get ekki keypt eins mikið fyrir þær. Yfirleitt hafa þær tapað verðgildi sínu, þannig að eftir 10 ár þá gæti viðkomandi þurft að borga með 1000 krónur. Ég fæ ekkert meira fyrir þessar 1000 krónur heldur en ég fekk fyrir 100 krónurnar. En þetta er miklu hærri tala. Þannig að þetta er svolítið svona skrítið fyrirbæri, sérstaklega verðbólgan. Hún er í raun grunnurinn að þessu öllu saman.